Það byrja allir rúndar við dúfukóðan. Ég hérna á Þingeyri. Ég frekar seint á ferðinu, hún að verða 5:30. En ég að fara út Svalvogan og upp heiðina eða dalinn sem tekur mig upp á Kvennaskarðið og hingað niður. Þegar ég fór síðast hérna, það eru nákvæmlega 3 ár síðan, 10. júlí 2022. Svo slasaði mig þarna í Vancouver og hefði getað hjólað, gat ekki hjólað en gat það nú í fyrra en ég nennti ekki. Það var svona vesen á hjólinu. Það voru framgaflarnir og það voru legurnar og ég nennti ekki að standa í þessu. Ég var mikið í golfi í fyrra. Þannig að núna er ég búinn að klára það. Ég var eiginlega ýtt út í það á Gunnar og Þóri. Þeir voru hérna helgina. Og vona ég að þessi ferð verði svona betri heldur en það var nú frábært þegar ég fór 10. júlí þó ég hefði stoppað út á skafli sem var hinum megin við hálsinn. Ég lenti í svona smá ævintýrum. Það er pínulítið spræna sem ég þurfti endilega að detta í og hún er alveg svakalega lítil. Ég skammaðist mér svo mikið, ég var með GoPro-inn og ég talaði ekki annað eftir á en hvað ég skammaðist mér mikið. Þetta var svona eins og að detta við að taka bensín sko. Það var ekki neitt. Og svo datt ég endur aftur uppi þegar ég lendi í skafli sem ég ætlaði að laða mig fram í og fór í svo rólega hjóli stólaði og það bara datt á hliðinu eins og hefði verið skotið í nakkan. Hérna er frægikaflinn, þarna er fólk. Greinilega ein kona, hún hefur ekki viljað sitja í bílnum, henni hefur liðið illa og hún er að labba. Ég held að það sé eina skýringin og ég skil hana vel. Þetta er stórkostlegt landslag. Hérna ætlum ég að stoppa á og fá mig kók og fækka fötum eins og ég geri alltaf þegar ég kem hingað því að það tekur svolítið á og það er svona, manni hitnar vel við að keyra svona. Hvað þetta er gott. Fyrir fer hann bara. Og fákurinn. Stórkostlegt landslag. Þá er ég búinn að taka fóðrið úr jakkanum. Ég tók það held ég aldrei úr 2022. Kannski svona einn rúnd, svona rúnd sko. Það var aldrei nógu hlýtt til að vera ekki með það. En ég held að þetta gerist ekki betra. Ég verð að sýna ykkur aftur útsýnið. Það verður náttúrulega að fá að vera með sko.
þetta nú verra hérna heldur ég hef séð oft sko, en þetta allt í lagi. Þetta hræddur þá að fjaran sé leiðileg. Já, hún verður það örugglega. Já, ég hef enga trú á þessi fær fyrir mig. Nefnum hún sé svona, þá var það allt í lagi. Þetta hundleiðilegt maður. Sérstaklega á svona Sérstaklega þegar hjólið svo leiðilegt núna, en þetta fallegt. Mér sýnist þetta vera alveg bara ekkert mál. Heyrðu, þá fjaran, ég búinn að taka myndir hérna. Þetta alveg rosalega fallegt og ég ætla að keyra hérna fjöruna. Ég sé að hún bara vel fær. Það svona sennilega nálægt flóði, það vantar nú svolítið á það, en þetta fallegt svona. Fyrsta sinn sem ég fór þessa fjöru, þá var það 10 sinni verri en þetta. Og ég hélt ég myndi fara á hausinn einhverju einustu sekundu. Ég lifði það af. Það var svolítið svona laust og litt. Ég hef búinn að fara hérna nokkrum sinnum síðan og þá hefur aldrei verið svona. Þetta var sem sagt 2021 sem það var svona slæmt. Fyrsta rúndinum 2021. Bara svona aftur. Ég þetta hjóli alltaf brotni í sundur. Jæja, slapp fyrir horn. Hvað þetta var notalegt. Nú þetta svona mesti hasarinn búinn held ég. Þetta svona aðalmómenti fyrir utan allt annað. Það að borða nesti. Ég var nú að segja áðan, það alltaf gaman að vera með góðan vin með sér. En menn þurfa að vera samrýndir. Það ekkert allir sem myndi nenna þessu sko. Og ég veit að það gaman að hjóla í hópum. Ég gera það nú svolítið úti en maður verður að taka svona túra einn sko. Ég sá að
Strákarnir í adventugrúpunni voru að fara 20 saman. Það væri kannski gaman að fá að pröfa það eftir henni. Ég held að það sé allt of mikið kaos. Þetta svo mikið. En kannski það gaman. Ég get ekki sett út á eitthvað sem ég ekki pröfa. Forréttinda púki. Gunnsteinn Jónsson, Rappodúi frá Ísafirði. Þetta er nú bara lítið. Það er nú svo fyndið, oft er ég búinn að fara einhverja erfiðar leiðir sem hafa verið erfiðar, kannski erfiðar en þetta. Þá segi ég alltaf, já, þetta ger ég ekki aftur, þetta er andskotans rugl, það er ekkert vit í þessu helvíti. Og svo bara veit ég ekki að fyrir ég komið þangað aftur, þetta togar mann til sín. En það er bara þessi tilfinning að hafa sigrast á ykkur sem að gera það verkum að maður fer tilbaka. Og ef maður lendir í vandræðum og kemst ekki eins og þegar ég komst ekki yfir hérna Línuveginn á Tálknafirði, það var nú eitthvað út af snjó, ég var nú búinn að, já ég get sagt það bara, ég var búinn að berjast sæmilega. Þá sagði ég þetta er nú að versta sem ég kem til með að gera og gera þetta aldrei aftur. Og ég hugsa ekki annað hvernig ég á að reyna aftur. Ekkert grjót. Hérna fyrir innan er dynjandi. Ég er nú ekkert að fara þangað núna, ég fer að beygja hérna upp. Ég fer að beygja fljótlega upp hérna fyrir innan. Þegar ég fer yfir Hvanneskarðið. Ef það væri ekki fyrir þessa helvíti smelli þá er þetta bara eins og að svífum á töfrateppi. Jöfull er þetta gaman. Mig myndi að beygja hann upp á Hvanneskarðið væri nær fjörunni en þetta. Ég get andskotan ekki að fara framhjá því, ég trúi því ekki. Farðu frá, vinur, farðu frá. Já, ég myndi þetta svona helvíti vel, maður. Nú er ég kominn á andskotinn, maður. Ég nenni alltaf hérna yfir, sko. Jæja, ég fer bara tilbaka. Jöfull, þessu.
Ég hef aldrei farið upp Kvennaskarðið, ég hef reynt að fara hinum megin og veit náttúrulega hvað það er. Ég var búinn að kíkja á korti og sá þennan dal hérna og vissi ég átt að beygja þar upp. Svo þegar ég kom hérna úr fjörunu og hérna upp og ég var ekki með hugann við þetta, fór hérna framhjá þessari beygju hérna. Hérna kemur þetta. Ég man þegar ég var að fara yfir ána, þá leiti ég hérna upp dalinn og sagði nei, þetta er eiginlega of snemma. En ég vissi hann var snemma eftir fjöruna. Svo hélt ég áfram og sagði, já, jú, þetta var lengra en ég hélt og eitthvað. Þannig ég að keyra alla leið tilbaka og klukkan er núna að nálgast 9. Ég hefði alveg viljað sleppa þessum auka rúnt en maður er nú aðeins að því er svo gaman. Nú ætla ég að fara einu upp. Ég vona þessi rétta leiðin. Það má segja að vera lengri leiðina heim. Þetta er allt í lagi, þetta er gott. Þetta er gaman. No problem. Ég ætla bara að láta batterið vera á þangað til það deyr. Það er að vera hver andskotinn. Meiri ferð. Ég þarf að vera með batterið. Nei, hérna. Ég þarf að vera með meiri ferð. Hver andskot er þetta eitthvað leiðilegt? Svakalega ég orðið þreyttur í hægri hendinni maður. Ég verður að taka smá pásu. Þreyttur í hendinni. Það gera það nú bara. Þetta er hundleiðilegt hérna. Það er pása, ákveðin tíma á hana. Þetta var puð og vesen. Það er náttúrulega alltaf klaufaskapur þegar maður dettur. Þessi brotnaði ekki. Ég var að kaupa hann og hann brotnaði síðast. Það eru meiri svona battle scars. Það er betra að séu í hjólinu en mér. Það verður að klára þetta bara. Það er ekkert mikið eftir. Ég má ekki láta svona byltu drá mig kjarkinn því að ég nefnilega veit ekki hversu oft ég get lyft hjólinu og ég er á svolítið þreyttur. Hver andskotinn er nú? Hvað helviti skýr var ég? Hún sýnir ekki, nú er eitthvað að. Hvað getur verið að? Ég svissa á ádreiparinn, standarinn, Guðsteinn. Hann er ljóta vitleysan ef ég er fastur hér. Það er ekki rafmagn. Eins og enn.
Gunnsteinn. Jesús Kristur. Ég stóð ekki á sama núna. Þetta hefði verið svakalegt, maður. Þegar við þurfum að labba yfir. Ég er nú ánægður að þessi kafli skuli vera svona góður. En nú er ég bara hérna með fallegan dalinn fyrir neðan. Ég get bara látið hjólið renna heim liggur við. En ég lenti í smá skeri hérna niðrfrá. Þegar ég ætlaði að fara að setja hjólið í gangi eftir að ég datt, þá bara gerðist ekkert. Ég heyrði að kom inn sko þetta hljóð sem þegar maður svissar á því og allt og aldrei gerðist neitt. Ég ýtti á alla takka á bremsun og allan pakkan. Og ég var búinn að eiga við það í svolítinn tíma þegar það tók fyrsta startið. Ég var eiginlega kominn með svona smá skrekk. Ég hefði ekki getað labbað heim. Það hefði bara ekki verið hægt. Ég hef hitt einn mann í allan dag. Þetta er búið. Þetta er gott, vonandi er ég ekki á grófur að segja þetta sé búið. Ég á þetta eftir og ég hef ekki trú á öðru en að þetta sé bara fínt. Og svo bruna heim. Þetta er góður dagur, langur, erfiður og önnur hendin alveg búinn. Þegar við gengur illa í golfi, golfmóti, þá fer ég alltaf að hugsa um mat. Núna hugsaði ég bara um hvað verið gott að komast í sturtu og komast í rúmið sko.
Að mörgu leyti mjög góður túr. Mikið myndefni. Maður náttúrulega alltaf að endurtaka sig í þessu mynd þegar maður að spjalla við vélina. Það sem að svona stendur upp úr var hvað þetta var erfitt. Hendin á mér svo gjörsamlega búin að ég átti að orðið erfitt með að halda í stýrið. Ég veit ekki hvað þetta er. Ég er alltaf búinn að vera að hjóla mikið undanfarna daga. En já. Ég misti hjólið á hliðinu eins og má sjá á þessu myndbandi. Þetta var allt miklu grófara núna. Kvennaskarðið. Bara ef ég segi satt, þá var það bara leiðinlegt. Það var bara leiðinlegt báðum megin. Það er svo svakalega mikill munur á því hvernig mér líður með þessa ferð núna og þegar ég fór fyrir 3 árum þegar ég komst í gíminn. Ég lenti þá í basli sem ég hef nefnt þarna og allt það, en minningin, þetta var frábært. Kvennaskarðið, elska, ætla að fara þangað sko fljótlega aftur. Nú er ég bara með óbragð í munninum sko. Það var gróft. Maður er með hugann og aksturinn allan tíman. Það er ekkert verið sko, ef maður ætlar að njóta útsýnisins, þá er maður bara að stoppa það. Það var svolítið gróft og laust. Greinilega búið að bera mikið í þetta, gróft grjót sem að þeir nú ábyggilega setja til að sökkva í drulluna. Það er svo mikið bleita þarna. Það er svo mikið mold og þá sekkur þetta í og þá verður þetta gott kannski næsta ári. Það er búið að keyra svolítið. Þegar Guðmundur Alda verður farin að keyra hérna við túristana á jeppanum með stóru dekkjunum, þá sléttast þetta allt og verður fínt sko. Og þá rennum við sér aftur. Svalvoginn var ekki eins grófur eins og þegar við fórum fyrst, en hann var mjög grófur. Og grófur langt út fyrir klettin sko. Þetta eru bara lokaorðin. Það verður gaman að sjá. Það verður gaman að skoða þetta myndband. Hvort það verður eitthvað klúður á upptökunni. Ég sá að ég hafi verið að gera eitthvað upptökur en vonandi er ég með nóg efni. Ég tók alveg heilt skot þegar ég fór fjöruna á eitthvað lengra. Svo láti það bara vera. Over and out.